Góðan daginn. Hér. Hvað segið þið gott í dag? Það þó pláss fyrir á mig. Sé þetta ekki alveg vel hérna, ég er svona tróði. Þetta nú ekki vandamál sem þú þarft að glíma við. En við kveikjum einu kerti á og síðan þessu hér. Við ætlum að lofa Drottinn smá. Á tilveran verður ekki ör á. En fórið til byrjunamaður. Eða hvað finnst þér þetta bara býsna skemmtilegt? Ég veit það ekki. Og mér er svo sem sama. Drottinn verður víst að fá að ráða þess öllu saman. Og uppstillingin er í raun og veru vilji hans. Og við höldum okkur bara við það, það ekki. En það er ekki besta leiðin fyrir okkur. Við sem segist þjóna Guði, sem ég veit að við gerum, við höldum okkur við skipula það sem hann er með á. Og hann, allavega er það mín reynsla, ég veit ekki með þína, að hann hefur yfirleitt bara komið með útfærslurnar á þessu sem hann vill hafa. Ég held að hann, úr því hann gerir þetta við mig, þá held ég hann hljóta að gera þetta við aðra sem að þjóna honum í Jesú nafni og við erum öll þjónar hans. Og keppustum eftir við að gera vilja Guðs og menn svo sem geta alveg hlautast til það, útfærslu og annað, en hvaða máli skiptir það? Segir ekki orð Guðs sjálft að framar ber að hlýða Guðin mönnum? Jú, það segir það og ég þjóna Guði og ég verð því að fara eftir þessu að hlýða honum frekar en mönnum. Ekki svo skilja neitt að vera að hlautast til þetta, en það hefði það ekkert að segja hvort ég er því að þetta er bara það sem ég veit að Guð vill að gerist og bara sinni ég því. Ég kom með gömlu klaskana mín aftur, en í þetta skipti það getur verið ágætt að eiga eina til vara. Ég er búinn að sjá það, því að ég þurfti að hlaða hérna, gleymdi því. Og það tekur allt sinn tíma. Þá er gott að eiga varastikið og geta gripið það og þannig að maður getur sinnt þessu með þeim reist sem maður vill sinna því. Og við á þessum bæ erum nú svona tímafólk og viljum að sé ákveðin tími á hlutunum, en ég er ekkert að segja hvernig þú átt að gera þetta. Ég segi bara við þig, gerðu bara það sem Guð vill að þú gerir og hann vill að þetta sé svona gert hér. Og ég staði við það að sinna því alveg frá byrjun. Og við erum komin með þáttinn í lofti sem að við höfum nefnt biblíuþátturinn okkar og eins og fram hefur komið í þessum þáttum að þá er þetta ekki massív biblíukennsla þannig séð, heldur fyrst og fremst og meira en allt annað hvatning til fólks að gera þessi verk sjálf. Því að trúin er einstaklingsbundið verk og trúin vex af því sem að þú í Jesú nafni gerir. Þannig að þú er alltaf að horfa á sjálfa þig sem þessa kristnumannesku og þegar þú horfur á sjálfa þig með þessum hætti, sérðu líka að þú þarft að vera í þessum beinum tengslum við lifandi Guð. Og þú getur það, þú hefur leyfi til þess, þú mátt það og ert jafn hæfur öðrum mönnum í þetta verk vegna þess að Drottinn gaf þér heilagan anda og orðið segir það sjálft að hann muni alls ekki fara í manngreinar álit. Og svo segir hann líka að ég mun heldur ekki sleppa þér hendinni. Þannig að ég og þú og við erum í gjörgæslu lifandi Guðs og svo verður áfram og meðan við göngum með honum og erum þetta heilsteytta fólk á göngunni. Og það er alltaf keppikefli og það er alltaf hvatningin að vera þessi heilsteytta manneskja
og til þess að vera áfram þessi heilsteypta manneskja sem við viljum, ég þekki fólk það vel, það vill ýmislegt, þá erum við með orð Guðs okkur til halds og traust sem við nemum, lesum úr, lærum af og vitum eftir því sem gangan kennir okkur hvað við eigum að gera og hvað við þurfum að gera til að verða þetta trúaða fólk sem að bara, já, stendur af sér alla storma. Og menn sem eru búin að ganga áratugum saman í Jesú nafni, við sjáum það að þetta fólk hefur enn gengið af sér alla storma. Því að það þarf engin maður að segja mér það að Logn hafi leikið þetta fólk alla tíð. Það hefur ekki gert það í mínu lífi og ég veit að það hefur heldur ekki gert það í neins annars lífi. Við sjáum bara atgangin í kringum Krist, að það var ekki alltaf lognmolla í kringum hann og bara umtalið hann, sem var nú ekki alltaf neitt sérstaklega gott, það bara spennti fólkið upp úr öllum, upp úr öllu valdi og það var jafnvel til að gera ýmislegt bara af því sem það heyrði og af æsingnum í sjálfum sér. Svona er fólk leikið vegna þess að það er svo veiklundað. Það er svo auðtrúað, það er hægt að segja því svo margt sem að það gín við og hleypur svo eftir en stoppar ekki á leiðinni jafnvel og spyr sig var þetta nú örugglega rétt, segir hérna. Þetta vantar svolítið í okkur mennina að spyrja okkur þessar spurninga en þegar við gerum það þá er æði oft sem það vaknar hjá okkur að já, ég hef nú kannski aðeins átt að bíða með þetta, eitthvað svoleiðis. Þetta er eitthvað sem að trúin kemur til leiðar á okkur, að við förum að velta þessu fyrir okkur og til að árétta og undirstrika þessar vangaveltur haldi áfram, þá leitum við í orðið. Við tökum það fram, flettum upp í því, stúdum það og spáum aðeins í það og við sem kannski erum pennar, við getum sérstaklega lesið og velt orðinu fyrir okkur og setta á blað. Maður er svo sem búin að gera það í áraraður og áratugi að gera það og er ennþá við það heikast horn og ég kann því vel og er ekkert að fara neitt. Af hverju? Hvert á ég að fara? Segir ekki orðið sjálft að Jesú hafi orðið eilífs lífs. Þannig ég hlýt að vilja bara vera áfram undir afli þessa orðs og þessu eilífa lífi sem framundan er og þess vegna erum við nú að gera þetta allt sem við erum að gera og þola allt sem við þolum að við erum á þessari leið. Og við erum ekki tilbúin til að sleppa af því hendinni fyrir nokkurn pening. Því að það sem heimurinn er að gera og gefa er allt fallvalt. Einn daginn þá hverfur allt þetta, öll þessi dýr sem heiminum er af yfirborðinu og það verður hvergi finnanlegt og við sem þá verðum uppi í Jesú nafni okkur er sama. Því að það sem tekur við er miklu betra, er 1000 betra heldur við getum nokkuð tíma að eignast þér. Það bara er þarna og þú ert inn í þessu umhverfi og lifir í þessu umhverfi og settur þar inn og þú munt bara upplifa það sem það er og þar er aldeilis flott. Friður, kærleikur, elska, allir velkomnir allstaðar. Hei, komdu og sestu hjá okkur og spjallaðu við okkur. Og svo framvegis. Engin fyrirstaða, engin með illt auga til nokkurs manns eða illar hugsanir til nokkurs manns því að það verður búið að fjarlægja þetta allt. Og hver gerir nú þessi verk? Hann heitir Jesús. Og hann gaf okkur heilagan anda og tók okkur frá og hvetur okkur til orðsins og lifa þessu trúaða lífi því hann er að veiða menn. Og hver marga hefur hann ekki dregið til sín að framkomu annarra mann og kvenna. Það er svo margt sem hann getur verið að nota og sína í fari manna sem menn svona dragast að og finnst áhugavert. Og sem við vita að við erum trúað fólk og vita kannski lífið okkar svolítið áður og sjá munin á því sem er núna og það fer að jafnilega að hugsa það, já þetta er nú áhugavert, ég man nú alveg til þessum gæja hvernig það var hérna einu sinni. Svo er það bara guðsmaður í dag.
Þetta er þetta hægt. Þetta er ekkert hægt. Guð er góður og hann getur allt. Og hann frelsaði mig og hann frelsaði þig og hefur gert okkur að þessu stólpi sem við erum í Jesú nafni, því stólpar erum við. Við erum að verki með honum og í honum. Við erum að lesa orðið, við erum að rækja samkomu okkar og svo framvegis. Við þekkjum Jesú allvel og ef hann spyrir okkur, já, kannski ég vona allavega hann gerir það ekki við mig, eins og Filippus blessaði fjekan, Filippus. Þú ert búin að vera með mér allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Það er ekki gott. Þannig að við erum með fullt af stöðum í orði Guðs sem að er í raun og veru bara aðvörunar orð með nokkuð annað. Af hverju fékk Filippus þetta? Líklega vegna þess að hann var að gera svo margt annað meðfram því sem að Jesús var að biðja hann að hann var svona beggja blans í þessu. Og svo spyr hann Filippus einhverja spurningar sem ég man ekki hver var og þetta er svarið. Filippus, þú þekkir mig ekki og ég er búin að vera með þér allan þennan tíma og þú ert búin að vera með mér allan þennan tíma, eitthvað í þeim túr. Mér finnst þetta alveg hræðileg ummæli ef að ég fengi þau til mín af hans vörum. Og ég vil nú helst sleppa við þau og þess vegna er ég að reyna að sinna þessu verki sem hann hefur kallað mig til að sinna. Og það er þetta og margt annað. Þú gerir væntanlega þína köllun og það er ekkert mitt mál þó þú gerir hann ekki. En það er mitt mál að gera mína köllun. Og hann er ég að gera hér og þú ert að blessast af þessu sem að hér fer fram, ekki vegna þess að þessi maður er sá sem að tala til þinn, heldur vegna þess að það er andinn í honum sem að snertir við þínum anda og þeir talast bara við. Hann þekkir orð Guðs í gegnum andan sem að talar hér og þinn andi sem er heilagur meðtekur það. Þannig er þetta. Það er merkilegt að þjóna Guði og það er merkilegt að vera tekið frá fyrir Jesú nafn og svo framvegis og þannig er þetta að ég og þú sem erum fylltir heilugum anda og eigintu trú erum frátekin fyrir Jesú. Og það er árættingin og kennsluefnið sem að Drottinn hefur í orði sínu, orði Guð, að við séum á þessu stöðu sem við eigum að vera á og lærum að þekkja hann engum í gegnum orðið. Þess vegna er hvatningin alltaf svo vegna mikilvægi orðsinn að við séum vel á okkur í orðinu. Við vitum alls konar sem að fólk er að segja og jafnvel að leggja byrðar á menn með alls konar orðu sem það segir vegna þess að það þekkir ekki orðið vel og talar því á vissan hátt gegn orðið Guðs sem það þó segir styðja og telur sig styðja en þekkir ekki en er samt að tjá sig orðið og það er ekki gott og það er eitt af því sem gerist og þegar villan á annar borð kemst inn að hún kemst inn með þessum hætti og einhver frasi verður til sem að bara lifir og meðal okkar alls konar þætti og það verður nú aldrei sett að hafa tölu það ef út í það væri farið en þetta þarf ekkert að vera þetta þarf ekkert að gera ég sem einstaklingur ábyrgur maður sem ég segist vera ég þarf líka að vera ábyrgur maður hvað varðar orð Guðs og þess vegna er ég það töluvert mikið ekki til þess að þykjast fyrir þér því að þér eru nákvæmlega sami það hvort ég sé aðeins eða ekki. Þetta er einkum og sérlega til þess að ég og mitt samband við Jesú haldist bara tært og hreint og ég sé ekki maður sem fæði þessi orð frá Jesú Konráð, þú þekkir mig, þú er búin að vera með mér allan þennan tíma og þú þekkir mig enn eitthvað í þessu formi. En þetta getur alveg gert, þó ég sé trúið manneskja, ef ég er ekki að vinna heimavinnuna mína hvað varðar þessa göngu með Jesú og lærdóminn sem að gangan með Jesú vill gefa mér. Því að hvert skref í Jesú nafni er í raun hellingslærdómur, en erum við að sjá og meðtaka þennan lærdóm sem skrefin vilja gefa okkur, hvert fyrir sig. Ég veit það ekki, en örugglega hefur nú lært eitthvað af þeim, en kannski ekki alveg þá kennslu sem að tímans vegna við ættum að vera búin að fá af göngunni. Svo segir í orði Guðs
Já, ég man ekki alveg hvernig þetta en við vitum alveg að þetta allt saman lærdómur sem við þurfum að meðtaka út frá orðinu. Það alltaf viðmiðið. Þess vegna erum við alltaf að hvetja menn til orðsins. Lesið orðið, stúderið orðið og hafið það sem viðmið ykkar í lífinu. Ég þarf að gera það og þú þarft líka að gera það og sumir svo sem gera það en sumir gera það ekki. Þetta svona sveimhugarnir sem á meðal okkar og verða það áfram því miður en við getum alltaf, við erum með sjálf okkur í lagi og við veitum aldrei nema sveimhugin hætti að vera sveimhugi og bara taki sér taki og fara að gera þau verk sem að Kristur að bjóða honum því að alla sem hann tekur að sér hefur hann líka ákvarða til ákveðina verka. Annað síðan hvort menn sinni verkunum eða sinni þeim ekki. En það eru allir kallaðir til ákveðina verka. Og allir eru kallaðir til að biðja og við vitum það og allir eru raun og veru kallaðir líka til þess að eiga við orðið, stúdera orðið og vera vel að sér í orðið Guðs. Og það svona misjafn sauðurinn í öllu því fé, en við getum verið sauðirnir sem eru vel að okkur í orðið Guðs og það enginn nema ég sjálfur sem að vel það fyrir mig, hvort svo sé það ekki. Og ég þakka Guði fyrir það að Guð hefur sett orð Guðs í mig mjög rækilega og ég líti það á hverjum degi, segi þér það, vegna þess að kannski það hvatning fyrir þig að taka þessu taki, því það gerir okkur öllum gott, það gerir mér gott og þetta besta meðalið sem ég tek inn á hverjum degi. Það þetta orð Guðs sem við taka lýsa mótnana og allt til að með það. Ég keypti mér lýsisflösku daginn og ég tók nokkrar matskeiðar ég gerði það nokkra mótna og svo hætti ég því. Kannski var það, mér finnir lýsið fer ekkert vel í mig. Ég finn það alltaf svo ég búin að taka lýsið nokkra daga, þá svona fyrir ég að finna eitthvað sem ég líkar ekki alveg vel við. Þess vegna hætti ég að taka lýsið á sinni tíma og tók ekki lýsið áratugi. Ég orðinn svo gamall. Svo fékk ég mér afturlýsið og alltaf verið að segja að það var svo hollt og gott að lýsið, þetta bætandi og styrkjandi og maður er aldrei veikur og maður tekur lýsið, þú veist það. Og ég gerði þetta. Svo sem að svona, já, bara að hvort það væri svona hollt, en svo fann ég alveg sam og var áður að maður var eitthvað asnalegur í maganum að þig og þá hætti ég því bara eftir. En núna ertu algjörlega ósammála mér, en það alltaf nei. Ef það gerir þér gott, þá skaltu taka lýsi og vera bara alveg staðfastur á því, en ef það ekki að virka neitt sérstaklega vel á þig, þá skaltu bara sleppa því líka. En orð Guðs virkar vel á okkur alla, öll, en þar aftur nennan í verkið svona svolítill hengur á og þröskuldur í veginum. Þannig að við þurfum að stíga yfir letina þegar kemur á orðinu. Við nennum ekki að lesa núna, morgundag, við veitum að morgundagurinn hentar betur í allt svona, en Drottinn ekkert sammála því. Hann segir, Konráð, dagurinn hér og nú, og núna skaltu taka fram orð mitt, sem sagt orð Guðs, og stúdera það svolítið svona með sjálfum þér og svo aldrei að vita nema af því kvikni einhver hugmynd að einhverju skrifum, guðlegum skrifum. Þannig hefur þetta verið hjá mér að ég hef lesið einn kafla á dag í orði Guðs í Nýja testamentinu. Ég ekki mikill Gamla testamentismaður og les það og þá líka svona þau skrif sem ég skrifa og þú ert nú að lesa mótnana, bíður eftir þeim. Þau kvikna yfirleitt þarna. Eitthvað reikningaveisla stekkur á mig og ég get skrifað út frá þessu og þetta finnst mér mjög notalegt. Þannig
Ég þarf ekkert að vera að velta því svo mjög fyrir mér hvað ég nú skrif í dag. Hann er hjálpari, Drottinn er hjálpari, hann er huggari, hann er leiðsegjandi. Og okkur skildi þá ekki kalla fram einhverju hugmyndir í sínum mönnum og konum sem hann gaf gjöf með þetta verkefni. Það er ekkert öllum gefið að skrifa og það er heldur ekkert öllum gefið að tala út orð Guðs, en sumum er gefið þessi gjöf og það geta allir bæði beðið þetta og lesið orð Guðs, sér til gagns og auðvitað gamans. Mér finnst gaman að lesa orð Guðs og mér finnst það gagnlegt verk fyrir mína parta að lesa orð Guðs, en þarna ertu aftur algjörlega ósammála mér. Og það er einfalt svar til við því að þú átt ekki það sama og ég. Þess vegna ertu algjörlega ósammála. Já, ég rekna með því að þú átt ekki til trú og þá ertu algjörlega ósammála þessum feita kalli sem þú reyndar alltaf að grennast, held ég. Ég held það. Ekki svo skilja ég sé í megurinn, en stundum er það þannig hjá mér, feita kallinu mér, að hann er stundum ekkert svo rosalega veitur. Hann er ekkert í neinum átökum, en getur nú alveg viðurkennt að hann sleppir sömu í fæðu og svo fer þetta allt í sama farið aftur og þú þekkir það nú byggilega betur en þessi. Þannig við erum alltaf að glíma við einhvað, já, ég get nú ekki sagt að ég sé neitt að glíma við þetta. En núna hef ég eitthvað smávegis lagt af og það er bara, þetta hefur alltaf verið svona hjá mér, en maður hefur alltaf annars lagt smávegis af. En svo aftur tekur maður sér tæki og það fer allt í sama farið. En kannski ekkert núna, ég er nú alveg sammála því að það nú getur verið að vera svolítið grennri en feitur. Feitur kall maður, það fer nú vel að vera feitur gamall kall, ekki? Margir eru það. En hvað sem við erum og hvaða aldrei sem við erum, að þá getum við átt elsku til orðs Guðs. Vegna þess að trúin var gefin og henni ætlaði að vera með þér og hjá þér svo lengi sem þú lifir. Og það er trúin sem færir þig í fang Jesú á sínum tíma þegar þessi líkami er stofnaður. Þá fer sálinn af stað og hún fer þangað sem henni er ætlað. Og í þessu tilviki að ég trúi á Jesú, þá veit ég alveg hvar sá staður er, hann er í faðmi Jesú. Þetta er einmitt þess vegna sem við erum að boða trú, að þetta er staðreyndin í lífinu. Og við trúum þessari staðreynd og við vitum þetta er svona og fögnum því yfir hverri sál sem að játar Jesú. Og Drottinn, ekki ég, Drottinn dregur þar inn í þann söfnu sem hann vill að við komum til sig í og hann dró mig inn í söfnuð sem ég er í dag og dró mig inn í söfnuð, já, þegar að ég kom heimann frá Neskaupstað og fluttist til Hafnarfjarðar og þá byrjaði sérstaklega kirkjuvinnan mín og ég er búinn að vera að vinna í kirkjunni frá þeim tíma og þetta var 1999 eða 8, ég man ekki hvort var. Og ég hef ekki stigið út úr kirkjunni síðan og hvergi annars staðar unnið nema á akri Guðs þar. Og núna ertu mér í þriðja sinn ósammála, en þetta er nú sagan mín. Ég þekki hana heldur betur en þú. Með allri virðingu fyrir þér. En það er Esekíel. 22. kafli. Orð Drottins kom til mín. Mannssonur, viltu ekki dæma? Viltu ekki dæma þessa morðsegu borg? Leittu henni fyrir sjónir öll hinu íðustyggilegu verkanar og segðu, svo segir Drottinn Guð, þú borg sem úthendi blóði á strætum þínum, tími reikningsskilana kemur. Þú gerir þér skurðgoð sem þú saurgast af. Þú ert sek vegna blóðsins sem þú hefur úthellt og saurgað vegna skurðgoðana sem þú gerðir. Dagar þínir eru taldir, ár þín eru á enda. Þess vegna hef ég látið aðra þjóðir hlæja að þér og gert þér allhagi öll lönd.
Bæði þeir sem búa nærri þér og þeir sem búa fjarri þér hlæja að þér af því að mannorð þitt flekkað. Svo röstu og róstu sem ert svo róstu sem þú ert. Orð Guðs. Orð Guðs er hreint, tært og talar tæpitungulaust og fyrir það er ég afskaplega þakklátur. Því að það hef ég lært á minni trúargöngu að sannleikurinn er minn besti vinur. Og sannleikurinn er bara sannleikur og hann er svona á hinsegin. Stundum viljum við ekki heyra neitt sannleika, en samt erum við að heyra sannleika. Og okkur á alltaf að líka betur við sannleikan en slúðrið. Þó það kannski láti betur í eyrum, sumra, ekki allra, sumra. Og það eru svona þessir sveimugar og flækingar í huganum sem að hvergi festa rætur. Þeir lifa á einhverjum sögum, já, sem þeir heyra og gera skellihlátur að, en taka aldrei á eigin málum. Á hverju? Þeir kunna það ekki. Eru bara á sínu stað, alveg svo ég er á mínu stað, í Jesú nafni, og leyfi honum að tala til mín orð, kenna mér og vísa mig veginn, og í gegnum mína ævi, allavega trúaræfi, hefur mér ekki hlekkst neitt á þannig síðan. Þetta var allt saman bara gengið upp og farið vel. Akkur ekki. Ég nýt leiðsagnar Herrans. Hann er hérna til þess að allt farið vel og þetta er nú mín reynsla af Jesú, að það hefur allt farið vel. Og ég veit að þú segir sama af reynslu þinni af Jesú að það hefur allt farið vel og gengið alveg ótrúlega vel upp og mál leyst alveg ótrúlega hratt og vel sem þú varst algjörlega strand yfir og oft hefur maður nú verið strandaður í alls konar sem maður hefur gert en í dag veit maður að þó maður sé svona strandað þá komist maður aftur og flota vegna þess að með einhverjum hætti mun drottinn gera þannig úr garði að bara báturinn verður aftur heill og þetta sigla honum hafið. Þetta er mín reynsla. Þannig að enginn þarf að vera neitt sérstaklega hissa á því að þessi gæi skuli nenna þessu. Það er bara nenna þessu. Þetta tímasóun. Og það er náttúrulega eðlilegt að maður segi þetta því að þeir viti ekki það sem ég á. Og hvernig ég er að vita það. Þetta er annar heimur, þetta er annar veruleiki. Þetta er veruleiki Jesú. Og hann er bara miklu, miklu betri. Og þess vegna tölum við eins og við tölum að við boðum Krist í þeirri trú að hann frelsi einn og annan. Við getum engan frelsað. Einu sem við getum gert er að lifa trúna með okkur sjálfum og tala trú við aðra með þeim hætti sem að Drottinn vill að við gerum og ég á þessu vettvangi og þú kannski á einhverjum allt öðrum vettvangi. Ég er á netinu, mikið á netinu, að Drottinn setti mig á netið. Hann veit að það er fullt af fólki og maður veit svona, já, maður náttúrulega má alveg trúa því að það sé gagna þessu verki svo öllu öðru Guðs verki og ég hef nú reyndar alltaf trúa því og held áfram fyrir þær sakir. En þetta er bara veruleiki dagsins. Einu sinni var kall og kassa. Ég er alveg viss að hann hefur gert mikið gagn sem trúboði á þeim stað sem hann var á. En þetta er ekki lengur, því að menn kom ekkert saman á völlum og sunnudögum til þess að heyra fréttir og sýna sjálfa sig og sjá aðra. Það er ekki þannig í dag. Menn eru bara á fljótri ferð ef þeir eru utandyra. Þetta hefur maður séð og þetta veistu alveg jafn vel og ég. Það er ekki mikill vettvangur fyrir fólk að svona þessar gangstéttir í raun og veru er ekki lengur þessi vettvangur sem þar voru á áður. Þeir sem eru á þessum gangstéttum, þeir eru bara á hraðferð. Og þetta vitum við. En ég er ekki að segja það, menn megi ekki vera þar. Ef Guð kallar þá til þess að gera þetta, þá fara þeir og gera það. En við vitum að það er ekki mikill tilgangur með því, vegna þess að
vegna þessara hraðferðar sem fólk á og þetta vitum við. Við erum bara á ferð í dag, ekki til þess að fá afla frétta, en þannig var einu sinni og kannski lengst af Íslandssögunar eða heimssögunar, þá komu menn saman í hópum því að aldrei var að vita nema einhver hefði fréttir að færa sem þættu áhuga að verða. Og ef að þeir kom ekki þar, þá komu þar hvergi að. Við getum alveg, og það borðleggjandi dæmi til að mynda á stríðsárunum, þá gekk svo sá kvittur í Reykjavík, það er ekki að spyrja því, eða fyrir sunnan og ekki að spyrja því heldur, að það er búið að hertaka Austurland. Þjóðverjar væru búin að hertaka Austurland. Akkur getur þetta gert? Af því það voru engar samgöngur á stríðsárunum og það komið útvarp, en útvarpið var aldeilis ekkert all land. Hvenær allir útvarpi náist all land. Á stríðsárunum engar líkur til þess að það hefði verið. Þannig að útvarp, eign manna svona strjáli og sumir voru með útvarp og kannski fæstir með útvarp. Þess vegna verður til saga niðri bæ sem að menn, já, spinna alveg helling út frá og það gekk svo langt þetta með Þjóðverjarna sem voru búin að hertaka, nasistana sem voru búin að hertaka Austurland að ríkisstjórnin sjálf sté nú fram og bar þetta allt saman tilbaka og sagði þetta bara þvætti. Og þá hættu þessar sögur, en það var ekki fyrir þetta gerðið að sjálf ríkisstjórnin var að koma fram í útvarpi og náttúrulega þeir sem áttu útvarp heyrðu þetta og svo sögðu þau frá því á vellinni niðri bæ og þannig þagnaði þessi rödd aftur. Þessi þvættingur, þessi þvæla, vegna þess að svona eru menn að þeir grípa eitthvað, svo bara fer það af stað. Og svo allt í einu þetta orðin einhver sannleikur sem er bara þvæla frá upphafi. Þjóðverjar, nasistarnir, hertóku aldrei þetta land og við vitum það. Við vitum eins og að Bretarnir voru hér og komu árið 1940 og svo Kanil 41. Hann reyndar farinn en var hérna í áratugu saman með aðstöðu upp á velli. En það er Biblían. Við viljum lesa Biblíuna og lesa mikið af Biblíunni og læra mikið af Biblíunni og gerum það vegna þess að við viljum vera vel að okkur í orði Guðs. Og það er svona hressing fyrir sálina að vera það og leið ertu að bera ábyrgð á þinni trú. Þannig að það er ekki hægt fyrir mann sem er vel að sér í orði Guðs, fyrir hvern sem er að koma og segja eitthvað eitthvað, því hann veit og segir, ég veit ekki hvað átt að tala um, ég hver ekki lesið þetta í orði Guðs, nákvæmlega. Þetta er vörnin og verja sig eigum, það er orð Guðs. En maður talar ekki svona nema því að maður hefur lesið og veit hvað stendur þar svona í stórum dráttum og er því ekkert gengkipti fyrir hverju sem maður heyrir. En þarna er ekki allir, það geta allir verið þarna í orði Guðs. Ef ég nenni því, þá getur þú líka nennt því. Og ég les að því ég nenni því og meira, ég hef gaman að því að lesa orð Guðs, ég elska orð Guðs. Og ég vil vera mikið vel að mér í orði Guðs og þú getur alveg átt þessa hugsun líka og ég hveti til að eiga hana, en ég get ekkert meira gert en hvatti að þessari bók og sem sagt í þetta verkefni. Drottin er meira en til í að vera með þér og hveta þig af orðinu því hann hvetur mig og ég er ekkert á einhverju sér samningi á Guði hvað hvatningu varðar. Hann tekur bara menna sér og hann hvetur þá. Og hann hvetur þá líka þó þið sinnið því ekki. Hann gefst ekkert upp, hann hættir ekkert. Það er ekkert að reyla þennan og hann hlustar aldrei. Guð er ekkert þannig. Og þó við séum erfið og þungi taumi og allt saman það, þá heldur hann samt áfram. Vegna, það
Hann heldur áfram að gera það sem er rétt. Og það er gott mál. Og það er alltaf rétt, og þetta veistu nú jafnvel og ég, að lesa orð Guðs. Annað er hvað þú gerir. Við gerum ekki alltaf það sem er rétt. En við getum alveg gert það sem er rétt, að því við erum viti borðnar manneskjur. Við eigum þetta allt í okkur til jafns hvern sem er. Og þess vegna líka gerum við öll þessi verk. Já, við erum núna í síðari bréfi Páls til Koríntumanna, 11. vers. Og 16, við lesum þetta bara svona handáskent og eins og við höfum alltaf gert, eins og ég segi alltaf hér að þetta er ekki biblíukennsla, þetta er hvatning til mann nákvæmlega að lesa sjálf og leyfa sér að bera ábyrgð sjálft á trú sinni. Það er nú í Guðs, það er í alveg pottþéttur á. 16. vers. En segi ég, ekki áliti neitt mig fávísan, en þó svo væri, lofi mér þá að vera það til þess að ég geti líka rósað mér dálítið, segir Páll. Það sem ég tala nú, þegar ég tek upp á að rósa mér, tala ég ekki eins og Drottinn vill að ég tali, heldur eins og í heimsku. Akkur er hann að tala þetta? Til við séum ekki heimskt fólk. Heldur vitið fólk sem vitum og þekkjum hvernig Drottinn vill að þetta sé gert. Merkilegu maður Páll. Og eitt svo besti kennari sem við höfum átt fyrir og síðar, það er svona þessar kennslur sem Páll setur fram. Og við erum enn að nota sem kennsluefni fyrir okkur sjálf og fyrir aðra þegar við erum að predika og svona að ræða orð Guðs. Þetta er allt saman okkur orði Guðs. Þess vegna erum við elskað orði Guðs og eigum að vera elskað orði Guðs og vera vel að okkur í orði Guðs, en þykki ekki bara matinn frá hvernig sem er sem að ber fram fyrir okkur. Það er ekki að bera ábyrgð á sínu trúar lífi, því við verðum að matreiða beint út úr orði Guðs. Og það get ég, og það getur þú líka, þegar við erum læst fólk og við gefið fólk og allt saman það, þannig að okkur er ekkert af vanbúnaði. En það er bara svo margt sem við þurfum að gera sem við erum ekki að gera, vegna þess að við nennu því ekki. Það er svo margt sem að kallar á okkur. Og þetta vitum við, en við getum dáið þessu öllu saman. Við getum algjörlega snúið þessari forgangsröð við. Og núna segjum það að Guðsorðið og svona sinnatrúni var í neðsta sæti og nú snýrði við og nú er það komið í efsta sæti. Það var orðið algjör umsnúningur og þetta er gott mál. Þegar orð Guðs fyrir trúaðan mann á að vera í fyrsta sæti alltaf, það á alltaf að hafa forgang. Þannig að nú mun ég sjá þig á samkomum, á hverju einustu samkomu, eins og ég sé fullt af fólki á hverju einustu samkomu. En stundu sé ég menn bara endur og sinnum og samkomu, að dæmi sé tekið. Af því ég veit svo sem ekkert ástæðan fyrir því að menn, það er svo margir sem eru reiðir og bitrir og finnst trúin hafa brugðið sér og allt saman það og það er svo lítið við því að gera. En trúin hefur aldrei gert neitt nema bara standa og stiðja við bakið á mér. Þannig hún hefur aldrei brugðist mér og ég ætla að vona að ég hafi ekki brugðist henni og þess vegna líka sinni ég þeim verkum og minni köllun í Jesú nafni til þess að maður bregðist ekki trúnni og að það sé bara gagna manni þennan stutta tíma sem maður er á þessari feitu jörð. Feitur kall og feitur jörð, það er nú aldrei flott maður. Ég elska Jesú og það verður aldrei frá mig tekið og það vita menn sem að þekkja mig að ég geri. En núna erum við með gömlu klukkuna og hún er aldrei að telja tímann maður. Ég verð með hina næst. Ég held að hún veri ekki lagið þessi. Hún er svoleiðis í spriklandi fínu lagi að það bara er gaman að hafa hana. Gaman að rifja upp liðna tíð. En við verðum vist að segja þessu lokið í dag. Segja þessu lokið í dag.
Og kveðja. Ég slekk á kertinu og ég gera það núna, Gréti. Og segi bless.